Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Aflið fékk á dögunum myndarlegan styrk frá ríkinu til að halda starfseminni úti og til mín kominn Hjalti frá Aflinu og Jason Smári. Og ætlum aðeins að koma að því seinna hvernig þú tengist. En við byrjum bara til hamingju með styrkinn. Takk fyrir. Segðu okkur aðeins hverju þetta mun breyta eða gera fyrir Aflið á Akureyri. Þetta náttúrulega gerir það verkum að við höfum svona fast land undir fótum fyrir næsta ár og vitum nokkurn veginn hvar við stöndum fjárhagslega og getum skipulagt starfið í samræmi við það og það er alltaf gott. Það var skorið svolítið mikið niður hjá okkur í fyrra, við fengum 10 milljónir í fyrra. Þannig að þetta er mikill munur. Hvað var þetta há upphæð? Þetta voru 18 milljónir sem komu núna. Já. Þannig að það er talsvert mikið meira en í fyrra. En í fyrra var náttúrulega það var 33% skorið niður miðað við þar áður, þannig að Það þurfti að draga saman seglin eitthvað. Við þurftum að draga mikið saman og vorum í rauninni einbeittum okkur bara að grunnþjónustunni í fyrra sem er náttúrulega bara ráðgjöf við þolendur. Já, förum aðeins út í hvað þið gerið í Aflinu einmitt. Já, við veitum þolendum ofbeldis ráðgjöf. Við höfum svolítið útvíkkað, þetta var upphaflega samtök gegn kynferðisofbeldi. Var stofnað í framhaldi að tilraunaverkefni hjá Stígamótum og Jafnréttisstofu 2002. Síðan kom heimilisofbeldið inn og síðan höfum við svona útvíkkaða eins og við kannski þekkið á landsbyggðinni þá erum við með yfirbyggingu og við höfum ekki bara landsbyggðin ræður ekki við að vera með yfirbyggingu fyrir margar sérhæðar mörg sérhæfð samtök í þannig að við höfum tekið að okkur bara að þjónusta þolendur ofbeldis hvaða nafni sem það nefnir sko. Akkúrat. Og við náttúrulega einbeittum okkur bara því í fyrra en þetta gefur okkur kost á því kannski að svona þróa starfið aðeins meira. Kannski útvíkka og færa þjónustuna nær þolendum víða á landsbyggðinni heldur en bara hér. Það er svona draumurinn. Sjáum hvernig það gengur allt saman sko. En já, og svo erum við að vona að þolendamiðstöð sem byggir á sömu hugmynd á Bjarkarhlíð í Reykjavík verði opnuð hérna á Akureyri og það er þá í húsnæði Aflsins sem að fengið aðstöðu til að byrja með allavega meðan við kannski sjáum hvernig það þróast. Og hvað núna margir svona starfsmenn þá í Aflinu? Sko ég eini starfsmaðurinn. Já. Sem sérst á launum en ráðgjafarnir eru verktakar og þeir eru 5 núna en í rauninni ekki nema 3-4 sem eru svona aktífir. Það eru barneignafrí og svona saman. Og þeir koma bara inn eftir þörfum þá? Já. Og misjafnt hvernig það funkar. Einn ráðgjafi hjá okkur getur tekið þolendur á dagvinnutíma. Aðrir eru í vinnu annars staðar og geta verið, þannig að svona, það er bara eftir hvað hendar sko. Sveigjanleiki í starfi, myndi ég segja. Sveigjanleiki í starfi, það er alltaf gott sko. Og svo er svo gaman að ungt fólk svona með frumkvæði og sköpunarmátt sem að bankar upp á og vill taka þátt í ykkar góða starfi. Segðu okkur aðeins, Jason, hvernig þið datt þetta í hug? Hvað ert þú búin að vera að brasa? Segðu okkur aðeins hvað það er? Já, ég sótti mig sjálfur aðstoð í Aflið fyrir 1,5 ári eða 1 ári. Okay. Og það alveg setti mig á rétta braut í lífinu sko. Ég var alveg að missa allt lóðrétt niður mig sko. Og það auðveldaði mér skilur og að koma og tala og þetta var náttúrulega frítt sko. Ég fór líka til sálfræðings. Það var ekki alveg eins sko. Þarna fyrstu smá hjálp. Það var hlýlegra og þetta var meira bara svona spjall. Það var ekki svona spurningar eða neitt, það var bara að tala saman og þetta var mjög hlýtt og fekk alltaf knúsa þegar ég fór heim og svona. En þetta er bara þín góða upplifun af starfinu í Aflinu sem kannski kveikti þessa hugmynd hjá þér. Algjörlega sko, mér fannst alltaf að ég ætti að gefa eitthvað tilbaka sko. Og þetta í huga ég geti að sauma eitthvað til styrktar Aflins sko sem er þá bæði win-win bara, ég var ekkert hérna, núna hefði ég ekki tekið það ákvörðun. Þú ert búin að vera að sauma föt, hversu lengi? Frá því manstu eftir þér? Nei, áhuginn byrjaði ekkert fyrir ég var svona 12 ára. Já. Og ég rauninni vissi ekkert hvað mér langaði að gera, langaði alltaf að fara í einhvers konar hönnur. Já. Hvort það væri grafísk hönnun eða smiður eða hvað það væri sko, langaði bara að vinna eitthvað með höndunum. Síðan hafði ég alltaf áhuga á fötum og klæða mig vel og bera mig eins vel ef ég gæti sko, þannig að ég prófaði þetta bara og fann mig svolítið í þessu. Og ég er búinn að vera að sauma núna í 2 ár. Já. Og hérna eru bara sýnishorn, ef kannski
Ef ég lyfti bara upp hérna til dæmis einum ból. Já, þessi sem sagt var saumaður til styrktaraflsins. Já. Og allur ágóði af sölu þessa bóls? Já, 100% ágóði fer til styrktaraflsins. Og þú sagði mér áðan að þetta er uppáhalds listakonan þín? Listakona mín, Arina Abramovic, sem að þetta í hug bara teknika og setja ból, sko. Heiðra hana? Heiðra hana, já. Og ertu búinn að selja margar svona, eða er þetta prototípan? Þetta er bara, kom mjög takmarkað magnað efni, sko. Þannig að það voru ekki nema 5-6 bólir sem ég saumaði, sko. Og þú ert að selja þetta allt á Instagram? Á Instagram, já. Hvað heitir þá, hvernig getur fólk fundið þig? Það er Mirror Studios á Instagram, Mirror_Studios. En svo er líka að vera að vinna í vefsíðu. Já. Svo til bara auðvelda öllum lífið, sko. Já. En það hefur verið að virka mjög vel núna. Stuttermabóli, síðarmabóli, buxur sem að hafa gengið svolítið vel? Já, mjög vinsælar buxur hérna sem ég gerði. Flottar buxur, mjög þrönga við kálfana og víka svona upp. Já. Mjög heppna snið, sko. Já. Og þú snýðir þetta allt og gerir og græðir? Já, þetta sauma ég og snýð sjálfur, sko. Og áttu allar græjur í þetta, saumavélar og... Já, bara eitthvað sem ég sé búinn að geta tínt saman, sko. Er að vinna fullu starfi líka, sko, þannig að ég get keypt og... Já, þú ert í öðru starf og þetta er auka, eða hvað? Já. Þetta er bara svona, bæði fullt starf, sko, bara mismikil tími sem að fer í þetta. Nú að gera, sko. Magna. Þannig að það er Mirror Studios á Instagram og svo mögulega heimasíðu í framtíðinni og þú sagði mér að þú hefði verið í Vaffema á listnámsbraut þar, eða ekki? Já, ég var í skóla í Vaffema, lærði sauma og sniðgerð og svoleiðis, sko, sem að startaði áhugann með ennþá meira, sko, þannig að síðan hætti ég þar og ákvað bara að kýla á þetta, sko. Já, það varst samt að segja mér að nú er aftur komið með smá svona áhuga að fara aftur í skóla og jafnvel klára. Já. Og það er kannski bara á döfinni. Ég heldur mig vakandi, sko. Þannig að fara að drífa því og klára það af, sko. Já. Og svo bara á fullt í saumaskapinn. Já. Þetta er alveg magna. Þetta er sko, fyrir okkur náttúrulega í Aflinu, þá fyrir utan náttúrulega sko styrkin fjárhagslega sem er frábært, þá er þetta að sjá sko stjórnstæðanga okkar, veist, finna styrkin og halda fram og gera eitthvað svona sem að veit til þeim gleði og fyllingu í lífinu. Það er náttúrulega það er æðislegt. Það er náttúrulega bara aðalmálið kannski. Sko. Já, þannig að þarna sjáu þetta bara, þetta er að virka. Já, sjáu þetta bara virka. Starfsemin ykkar. Já, það er frábært. Hún er að nýtast og koma að gagni. Frábært. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna í þáttinn og ég hlakka til að fylgjast með Mirror Studios og gangi ykkur vel í Aflinu. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.